Já, hæ, sportdrykki. Ég ætla að gera spá fyrir ykkur, svona restin af árinu. Hvað er ykkar energy og eitthvað svona dæmi, sko. Sjá hvað kemur. Já. Byrja að fá eitt orgelspil úr þessu, Svo set ég inn á Facebook síðan mína völuspá, sem að útskýringu á því spili. Ég ætla að fá eitt fyrir ykkur sportdrykki. Hvað er í sportdrykkunum? Hvað er svona energy á þeim? Út árið er svona eitt spil. Þið fá Numbo Nomo Chains. Já, það er þetta hérna. Þið hafið annarkvort að vera búin að gera mikla breytingar eða er að ganga gegnum bara svolítið transformation svona sjálf, sko. Það gæti verið líka bara þið að taka allt í gegn kannski líka. Og það er mikið svona ákvörðunartöku líka sem við þurft að gera. Já, en þið eru svona, já, samt við ákvörðunartöku og svona, það er eitthvað sem að ykkur langar að gera líka einhverja breytingar með sjálfan ykkur, sko. Það er eitthvað fleiri, sko. En já, ég ætla að fá meira fyrir ykkur sportdrykki. En mér veist eins og, sko, svona, þið eru búin að ganga í gegnum svona alls konar eitthvað dæmi, skilurðu, sem að situr svolítið svona smá reiði í ykkur og finnst ykkur að hafa verið svona svikin, tekið af ykkur eða eitthvað svolítið, sko. Það er eitthvað svona smá svona reiði. En það er að koma nýtt svona face núna yfir allt, sko. Það er eins og spirit eða, já, eitthvað leiðir eitthvað áfram. Það er eitthvað að koma inn sem að já, það er að koma svona að loka þetta, sko. Ég sé hérna líka par hérna líka. Gæti verið eitthvað konar union. Ég fannst eins og líka svona eitthvað þeir sem eru single eða eitthvað svona, gæti verið eitthvað komið tilbaka, past eitthvað svona. Þið fáið hérna doorways. Það er svona svona að taka ákvörðunir og eitthvað svona og velja eitthvað, choices. Og það er opnast svo mikið meira annað núna inn sem ég getur að fara að gleðjast yfir for once. Og það gæti verið, sko, svona eitthvað sem að þið getið bara svona fagnað. Og þetta getur verið líka bara eitthvað veisla eða eitthvað svona, og það getur verið þessi að loka eitthvað kafla líka, þeir eru komin yfir þetta. Og það er bara, já, 8. Það er, já, það er bara svona eins og þessi búið. Og þetta er bara svona, allt í einu eru þið bara komin á eitthvað svona nýja stað og þeir eru svona að taka svona öðruvísi ákvarðanir kannski líka.
gæti verið þessi eitthvað svona eins og eitthvað, þú veist, vera eitthvað samt við húsnæði, vera að spá í eitthvað svona að breyta eða flytja, eitthvað samt við flutninga. Wheel of Fortune, Karma. Það eitthvað sem kemur inn sem að, það svona, já, þetta árið verður bara eitthvað svolítið þannig að nú komið að ykkur, skilur, að njóta. Og það eitthvað að koma inn líka svona fréttir gæti verið, sko, ný vinna, eitthvað sem að nýtt tækifæri. Eða eitthvað. Já, ég búin með þetta. Já, mikið svona verður svolítið svona eitthvað sem maður þurfa að taka svona fljótar ákvörðun að gera. Og þeir eru svona ákveða strax, sko. Það gæti apríl. Já, eitthvað samt við apríl. Sjá, hvað meira hérna fyrir ykkur sportdrykki. Eitthvað sem faded. Sjá. Sportdrykkan. Fyrir restina af árinu. Já. Þeir eru kannski að bíða eftir einhverju svari. Look at the big picture. Þegar svona, já, þeir eru að horfa á heildarmyndina áður taki þessa ákvörðun, sko. Það, já, getur verið eitthvað svoleiðis. Og svarið sem átt að bíða eftir bara að koma. Það eins og að mér finnst líka að þessi, já. Þetta ár verður náttúrulega líka svolítið félagslegt, sko. Það eins og að þeir eru líka að draga eitthvað inn til ykkar og það gæti verið þessi að draga inn nýtt sambandi eða ekki sambandi. Það eitthvað svona nýtt að koma inn, en mér fannst eins og að það eitthvað svona pest loðandi þannig við, sko, líka. En já, skulum ekki bara þetta. Já, ég fann einmitt hjá okkur að þið eru svolítið í svona transformation. Ég ætla að nefna þetta fyrst og sjá. Sportdrykkan. Númer 29 og mér langar að lesa líka hérna. Attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Já, það gæti verið að sé svona eins og sé svona búið að vera svona afskipti af öðrum í kringum hjá okkur, sko, líka. Það þurfa alltaf að vera svona eitthvað tiplat ánum, en þið alveg svona farin að sjá gegnum þetta, sko. En það einhver einna sem að fara að sýna ykkur áhuga líka. Og þeir megi alveg bara búast við bara svona, já, svona byrjun apríls eða eitthvað, svona,
eitthvað sé að koma inn ef þau eru single sko. Það gæti verið eitthvað samt við hálffesti, eitthvað sem þið tæki eftir eða eyrnalokum eða eitthvað svona með það að gera. Ykkur finnst þessi manneskja vera rosalega attraktiv líka. Og það gæti verið líka bara þið sjálf sko. Ykkurum að þið eru svona, já, setja ykkur aðeins svona út á við. Sjá. Sportryggi. Ace of Wands. Ace of Wands náttúrulega nýbyrjun. Og gæti verið líka, það eitthvað svona hreyfing eða ferðalag líka. Nine of Cups. Tower. Queen of Pentacles. Þetta verður ykkur í meyjamerkinu hérna líka. Eða naut meyja stengið. Og hvað er þetta? Já, það gæti verið, það eitthvað sem eitthvað verið boðið eða kemur inn snögglega sem þetta er svona eins og ekki beinlínis gjöf, þetta er eitthvað svona sem kemur til ykkar sem byggust ekki við, skilur, og setur svolítið eitthvað úr skorðum, skilur, svona verður svolítið hissa, surprised eða eitthvað. Og þetta gæti líka eitthvað samt við svona bjóðar kannski gæti þetta verið eins og trúlón eða svona vilja fara eitthvað lengra, gera eitthvað svona stafist eitthvað, Og þetta gæti náttúrulega verið sko eitthvað sem þið eru bara að gera saman líka. Og nýtt tækifæri. Knight of Cups. Það er hérna, já, það er sportryggi. Já, nei, ég var ekki með þetta. Gæti verið eitthvað sem að vinna við svona, þurfa að skrifa eitthvað niður eða, já, gæti náttúrulega verið eitthvað sem tengist svona sýslumanni, lögfræðingi eða eitthvað svona breytingar sem eða þá bara skóli. Þetta er eitthvað sem þau þurfa að setja eitthvað saman, reikna eitthvað saman eða koma með eitthvað svona útskýringu eða hvað maður kallast svona, ekki útskýringu heldur svona setja eitthvað saman, verkefni eða eitthvað. Gæti tengst náttúrulega líka eitthvað sem þið ætlaði að gera. Þið þurfa að plana þetta svolítið. Þetta er eitthvað svona, vera með gott plan. Og mér finnst eins og þetta sé svona, með öðrum kannski líka. Það er eitthvað mikið svona vangaveltur með þetta. En ég ætla að fá stjörnumerki fyrir þetta hérna. Klukk 14:57.
þið fáið hérna ljón, það tvíburi og það 8, það rosa mikið 8 hjá okkur, eitthvað samdi við kannski ágúst og Wheel of Fortune, það svona, það karmahjóli sko. 888, það ég búin að sjá kannski eitthvað samdi við það. Sportryggi og nautið, það vogin og eitthvað sambandi við desibel, hrútur. Það kannski einhver ákvörð núna í apríl sem takið, kannski eitthvað 12. apríl eitthvað. Já, eitthvað sem búin að vera að bíða eftir kannski líka. Já, það bara já. Já, það eitthvað svona, þið þurfum að koma með, svona kannski þetta eitthvað tengt bókaldi eða eitthvað svoleiðis sko, geta alveg verið sko, sem við varum að tala áðan sko, og svona. Já. Fyrir sportrygga. Þetta bara koma. Já, þið fá einhver fréttir svona núna sem að, dregur eitthvað, eitthvað sem við þurfum að vinna í og vera einhver samskipti við líka. Má nú sjá. Það einhverju fiskamerkjur hérna líka. Það krabbi, fiskur og sportryggi, já, sjá. Og hrútuljón og bógamaður. Já, það allavega svona, þið getur séð svona, já, þeir eru svona gangi gegn svona transformation núna sko, svona loka ykkur kafla og eitthvað svona sem að, og það eru svona, já, verður svona framhaldi sko, bara sumar og svona skilur, það verður svolítið svona bara, prófa eitthvað nýtt sko, þið farið kannski í eitthvað svona, gera eitthvað svona öðruvísi, svona trip eða ferðalag eða svona, og svona, ég sé svona fyrir mér eitthvað, fara eitthvað, tjálta eitthvað staðar út í buskanum eða eitthvað, eða gera eitthvað svona adventure, svona, það geta endilega að fara út, og þetta svona tengi svona gleðskap og svona, og hafa gaman og eitthvað svona, og það eitthvað svona hefur verið svona eitthvað svona hræðsla, eitthvað svona stoppa, að það myndi ekki ganga upp eða eitthvað svona skilur. Og það getur verið líka eitthvað svona, hjá einhverjum líka, að vilja bjóða einhverjum kannski með eða eitthvað slið sko. En það svona ferðalag og eitthvað svona að prófa eitthvað nýtt og
það það sem að þið svona verður svolítið í sumar og svona frameftir sko. Þú veist að gera svona góða breytingar og það sko meira svona út af við sem þið að fara að gera breytingar. Heldur þið inni húsi eða þú veist þið verður svona meira út einhvern veginn. Þetta er hvað að segja meira. Þetta er englanúmer hérna fyrir ykkur. Fyrir sportrekan 463 er ykkar englanúmer. Googlið það eða það. Stöðuleiki. Já. Getur verið ykkur hérna líka 46 34 en kannski er eitthvað svona eitthvað samt við 10. mars eitthvað er 7. júní já, þetta áfram hvað er ég komið hérna bara þetta eitthvað líka svona yfir árið svona eitthvað klukka need time, takes time, time cycles, time to heal process já. Já, því að kannski svona verður svolítið busy. Mér fannst það líka, það verður svolítið nóg að gera, skilur við. Það getur verið bara að vinna og eitthvað svona. En þið náu samt að svona að setja líka félagskapin inn í sumar, skilur við. Og það verður svona svolítið að vera þar, sko. Getur verið meira svona júni, júli. Já, svona að vera að laga eitthvað. Það stendur hérna sabotage rebuilding interaction working on it. Já, og svona laga og bæta, það getur verið að það sé svolítið svona eitthvað svoleiðis coffee cup meeting and conferences. Já. Og það er svona eins og eitthvað að koma inn líka nýtt í sambandinu eða svona ég meina svona nýtt eða single sko, það er að koma svona nýtt svona og það er eitthvað svona eins og þau kynnist svona gegnum svona hitting með öðrum með ekki skilur þetta er svona já, og byrja svolítið svona bara svona vinalega að segja sko svona kaffibollin er hérna og kannski er þetta kannski eitthvað pæst að koma og svona vilja laga eitthvað og vinna saman aftur eða eitthvað gæti verið og það er svona og hvað með meira restina árinu fyrir sportrekan Empress sportrekan jæja Empress og Emperor hérna bara það er mér finnst eins og að ég fæ svona sterkt tilfinning eitthvað samt flutninga eða ferðalag það er svona
þú gæti líka tengst bíl en það er eins og það er svona að vera að spekulera eitthvað með þetta og svona restin af árinu svona þá kemur svona skýrara mynd á þetta og hvað það er að gera. Það er svona, þetta er svona pælingar og eitthvað svona sem að er að spá í og það gæti verið líka eins og að þurfa að festa niður, mér finnst eins og einhver vilja svona festa niður sambandið eða gera þetta þannig að þetta sé sem auðveldast eða eitthvað. Það er í unjónin eða eitthvað svona líka og þetta er svona, eða þá eru sambandið þá er að klára eitthvað, kannski bara klára eitthvað lán eða eitthvað, ég veit ekki. Og það er eitthvað svona sem er búið að taka smá tíma og þið getur svona bara, já, svona eins og bara fagna því eitthvað. Það er svona meira svona hausti eitthvað svona sem að verða svona meira svona staðfesting eitthvað. Ekkert hvað að segja. En já, hvað meira? Var ég búið með þetta? Tower, unplug and relax for a spell. Já. Raindrops take a chance on them. Já, það er eins og það þurfi svona aðeins að gefa eftir með eitthvað, skilurðu, taka á þetta með eitthvað. En það er eitthvað að koma inn samt sem að það er búin að vera svona vilja ganga frá og klára og það er að koma inn, bara endur á það sko. Veit ekki hvað að segja meira með fyrir ykkur. Það er ekki bara búin. Það láta þetta bara duga fyrir ykkur sportar ekki.